komið sæl, eins og fram hefur komið, heiti ég Hrefna og framkvæmdastjóri Heimilis og skóla. Heimili og skóli eru landssamtök foreldra á Íslandi. Við erum ekki stofnun, við erum frjáls félagasamtök og byggjum okkar starfsemi á þeim félögum sem eru í okkar samtökum. Eru margir hérna inni sem þekkja starfsemi Heimili og skóla. Má ég sjá hendur? Frábært. Og ef þið eru ekki nú þegar félagar, þá ég með blað frammi, þið getið skráð ykkur. En Heimili og skóli hafa stýrt SAFT-verkefninu í áratug. SAFT neturöryggisverkefni, samstarfsverkefni Barnaheilla, Rauða krossins og ríkislögreglustjóra og Heimilis og skóla. Og SAFT stendur fyrir samfélag, fjölskyldu og tækni, bara svona aðeins til að skýra þetta, hvernig þetta tengist og hvernig þetta kemur allt saman. En ég bara í símanum, eins og Elisabeth nefndi, við höfum oft heyrt þetta, hvað það gera, já, ég bara í símanum. Og þegar við spyrjum börnum tölvunotkun, þá þetta oft viðkvæðið. Þau segja, ég ekki svo mikið í tölvunni, ég bara í símanum. En hvað eru snjallsímar? Þetta bara sími? Nei, þetta eru fjölnota tæki, þetta eru oft á tíðum mjög fullkomnar lógatölvur og þó að þetta séu svona misöflug tæki, þá samt hægt að komast á netið í þeim og gera ýmislegt. Börn allt niður í 8 til 9 ára eiga snjallsíma. Og þá þarf maður að spyrja sig, kunna þau að fara með svona tæki? Því að tækni fylgir frelsi og frelsi fylgir ábyrgð og það er heilmikið frelsi á netinu og þar af leiðandi heilmikil ábyrgð. Þannig að foreldrar þurfa vera svolítið vakandi fyrir því hvað tæki velja fyrir börnin sín því að það eru við sem láta þau fá þessa síma. Og hver ber þá ábyrgð á að fræða þau hvernig á að nota litlu lógatölvuna eða síman? Það eru þetta við, það eru foreldrar. Og svo hvað eru þau að gera og hvað skiptir máli í þessum heimi sem þau lifa í? Nú, þróunin hefur verið gríðarlega hröð þegar kemur að þróun farsíma. Þurfum ekki annað en að horfa á þessa myndi hérna. Hver mann eftir þessum plungi hérna? Einhver? Já, Ómar Ragnarsson. Það eru nú örugglega fleiri sem muna eftir hérna 510 Nokia. Margir segja ennþá þetta sé besti síminn. Kannski besti síminn, en já, þetta bara sími. En þegar kemur á netinu og farsímum, þá hefur þróunin verið gríðarlega hröð. Fyrsta myndin sem tekin var á farsíma, hún var tekin 97, en hún var send á netinu 2001. Það eru rétt 14 ár síðan, eða svona ígildi eins úlings á fermingaraldri, sem þykir ekkert sjálfsagðar en að geta tekið mynd og dreift inn út alla trissur. Og ef við spáum í iPhone og Android, þeir eru fáanlegir 2007. Þannig sjáu hversu gríðarlega hröð þessi þróun er. Og erum við að ná að halda í við þróunina, við foreldrar? Við höfum upplifað þróunina, ég meina ekki erum við mjög gömul, ja, mér finnst það ekki. Þannig að það ekki furða þótt foreldrar séu svolítið ráðvilltir. Nú, það er mjög mikilvægt að setja reglur og virða mörk og því fyrr því betra. Því fyrr sem við setjum niður reglur eða ræðum þessi mál við börnin okkar, þá verður eðlilegra að fylgja því eftir. Og við verðum að þora. Það er náttúrulega elsta afsökun í bókinni að eiga allir og mega allir. Og það gildir líka með símana, en við sem foreldrar verðum að axla þessa ábyrgð. En svo er það líka við sem eru fyrirmyndirnar. Hvernig erum við að nota snjalltækin? Er snjalltæki nánast orðið samgróið við okkur? Er það orðin viðtekin venja að vera alltaf með snjalltæki við höndina? Við veltum líka fyrir okkur, það var eitt foreldri sem talaði að samfélagið ætti eftir að móta mannasiði í kringum snjalltækjanotkun, svokallaða snjalltækjasiði. Þá er ég ekki að meina góða netsiði. Góðir netsiðir er hvernig við hugum okkur á netinu. En góðir snjalltækjasiðir er svolítið hvernig við umgöngumst þessi tæki. Það er til dæmis ekkert mjög kurteist að ræða við eitthvað og stara bara í símann sinn á meðan. Eða að svara í síma á fundum, þegar búið að kalla saman hóp fólks og allir eru alltaf að svara í símann. Er það mjög kurteist? Og þetta er það sem börnin okkar horfa á. Það skiptir miklu meira máli hvað við gerum heldur en hvað við segjum. Nú, myndbirtingar, það er líka eitthvað sem þarf sérstaklega að ræða og kemur upp aftur og aftur og það þarf svona ofta að taka, og það bara að gera taka boltan, hvert sinn sem okkur gefst svona tækifæri til að ræða þessi mál, nota það, þegar kom ykkur sláandi fréttir eða eitthvað, nota það sem svona kveikju til að tala saman. Svo oft talað netheim og raunheima.
eitthvað sem þú gerir í netheimum en myndir ekki gera í raunheimum. En búum við eitthvað mörgum heimum? Nei, við búum í einum heimi. Þetta einn heimur og það vill svo til að það internet í honum. En við þurfum hins vegar að læra að höndla þetta net og hvernig við högum okkur þar á bara ekkert að vera frábrugðið því hvernig við högum okkur í lífinu sjálfu. Nú, hvíld frá skjánum mikilvægt, bara einfallega svo að hægt sé að gera aðra hluti. Og þessi bæklingur hérna í horninu, það frammi líka, ég geti tekið það með ykkur eftir. Heimilisskóli vann hann í samvinnu við Símann. Þetta sem sagt fjallar örugga og ábyrga farsímanótkun. Og þannig meðal annars farið í hvað þarf að hafa í huga þegar verið að velja síma, fyrsta síman fyrir börn. Til dæmis hvernig tækja á að velja, hvað þarf að ræða við börnin, stillingar og ýmislegt. Og ég hvet ykkur til að skoða þennan bækling. Nú, þannig forsíðan á nýju hefti sem að Saft og Heimilisskóli og Fjölmiðlanefnd að vinna, eru búin að vinna og bara í prentu núna. Og það heitir Börn og miðlanotkun. Og titillinn svo sem felur í sér hvað þetta er. Þar meðal annars rættu myndbirtingar. Mér steitt aldrei góðu punktu þar. Það talað að með því að spyrja barn til dæmis hvort að við megum birta mynd af því, eins og barnið okkar ef okkur langar að setja mynd á Facebook og spyrja þau, er þið saman þú birta þessa mynd? Þá erum við að kenna þeim líka að áður en þau setja myndir á netið að ræða það við það sem á myndin hvort þeim þykja það í lagi, fá samþykki, ekki bara setja hvað sem er. Þetta svona ágætis fyrirmynd. Og svo með því að virða reglur og aldursviðmiðins og þarna farið í PG aldursviðmiðin sem eru fyrir tölvuleiki, þá erum við að kenna leksíu í miklu stærra samhengi. Og hún svo að þetta skiptir máli og að þegar við erum að kenna börnum að setja sér mörk, þau þurfa að hugsa það seinna meir að gera þetta sjálf þegar þau komast á netið og rekast þar á ýmsa hluti. Því við munum ekki alltaf vera þarna til að gæjast yfir öxlina á þeim. Og eigum heldur ekki að vera það. Samfélagsmiðlar. Hafið þið einhvern tímann hugsað þetta? Ertu ekki fegin að vera úlingur á þessum samfélagsmiðlar komið til sögunar? Ég hef oft hugsað þetta, enda var ég á hugsa 95, þannig að kannski ekki að fyrir það. Úlingar í dag, þeir eru ekkert frábrugðnir úlingum áður fyrr og þetta upp til að hópa besta fólk. En hins vegar eru umhverfi þeirra og möguleikar talsvert öðruvísi en áður og foreldrarnir standa frammi fyrir auknum áskorunum með tilkomu internetsins. Úlingar eru að nota samfélagsmiðla til að eiga samskipti og kynnast fólki. Hraði og einfaldleiki skipta miklu máli varðandi þau sem þau nota og hvað svona miðla þeim henta best, en þar af leiðandi áreitið oft gríðarlega mikið. Og ég veit til dæmis móður sem var furðu lostin við því þegar dóttir gleymdi símanum heima í daginn og hann pípti viðstöðulaust. Það voru stöðugar tilkynningar eða notifications sem þarf að svara. Þetta getur haft í för með sér ef þetta fer yfir mörkin, þá getur þetta valdið ákveðnum kvíða eða streitu og orðin svolítið árátta þurfa alltaf að bregðast við pípinu. Og þetta getur valdið álagi sem mikilvægt er að forðast. Úlingar nota alls konar upp og miðla fyrir utan Facebook og nota það kannski ekkert mest. Svona eftir að mamma og pappi og amma og afi kom á Facebook og var þetta ekki spennandi, en úlingar finna sína leiðir og þrátt fyrir það nota þeir alveg Facebook en þeir nota það talsvert öðruvís en fullorðnir. Þeir eru ekki mikið að posta hlutum og tímalínu, einhverju stjörnusspá og hinn og þessu, ekkert mjög hrifin á því. Þeir nota frekar lokaða hópa og skilaboð, en sjálfsmyndir eru alltaf áberandi og Instagram og Facebook og þær skipta máli. Ég heyrði frá einni úlingsstúlku að hún var svo leið á Facebook að því þar væri alltaf verið að skapa einhverja fullkomna falsímynd sem væri í besta falli til þess fallin að gera aðra öfundsjúka eða leiða þó að kannski upphaflegi tilgangurinn hafi verið að fá einhvers konar viðurkenningu eða hrós. En þetta svolítið svona, ég meina hvernig myndir setjum við á Facebook? Við erum ekki að vaska upp eða nývöknum úr við hár. Það frekar eitthvað svona
eitthvað skemmtilegt, við erum vel til höfð og góðri stundu, en það er svo sem bara ósköp eðlilegt. Þetta einföld félagssálfræði, við viljum koma vel fyrir og skapa góða ímynd, en hún ristir ekki alltaf mjög djúpt. Og þetta svona umhugsunarefni. Nú félagslífið það að miklu leyti á netinu, það skiptir miklu máli að fá like. Og sumir unglingar eru jafnvel með marga aðganga til að geta likeað oftar á myndirnar sem þeir eru að posta. Það að fá ekki mörg like eða fá like getur líka tengst neteinelti sem að þá þannig að það er verið að útiloka eða svona gefa ykkur skilaboð. Þú ert ekki vinsæll, þú ert ekki æskilegur. Og þannig að þetta er svona, já, þá skiptir miklu meira, þarna koma foreldrar til skjalana. Við verum að skapa þennan sterka og góða grunn sem sjálfsmyndin byggir á. Við megum ekki láta netið taka yfir eða lækin taka yfir hvað börnum finnst sjálf sig. Við þurfum að byggja upp sterka einstaklinga. Og þrátt fyrir að netið getur verið frábært og opnaði ýmis tækifæri, til dæmis þeir sem eru svona hlédrægir, þeim tekst stundum að brjóta ísinn í gegnum netsamskipti eða þarna hægt að nálgast eitthvað svona skemmtileg áhugamál eða dreifa efni og svona, þá alltaf áhættur sem eru á netinu og við notkun samfélagsmiðla og við þurfum alltaf að hafa þær í huga. Ég ætla að fara svona stuttlega yfir hérna, eins og neteinelti og áreiti á netinu. Þetta, eins og kom hérna fram áðan, það einn af hverjum 10 í 8. til 10. bekk sem hefur 3 eða oftar fengið svona andstyggileg skilaboð á netinu. Þetta klárlega eitthvað sem ekki í lagi og við þurfum að laga. Á hinn bóginn þá þurfum við að hafa í huga að það líka praktísk skýring á þessu. Tækjaeign orðin almennari og meiri og möguleikarnir til að koma svona skilaboðum á framfæri, fleiri með tilkomu fleiri miðla og appa og þess áttar. En neteinelti alvarlegur hlutur og hvert tilfelli ein og mikið. Úps, ég eitthvað að rugla inn í glærunum, ég ætlaði nú bara að ýta þess niður. Í flestum tilvikum unglingar að stunda nokkuð góð samskipti, það rotin epli innanum og þau smita út frá sér. En þetta sjáum við líka bara á kommentakerfum vefmiðla, þar sem fullorðið fólk að láta ýmsa hluti út úr sér. Og það oft þannig, um leið og einhver einn segir eitthvað neikvætt, þá eins og eitthvað Pandorubox opnist og það verið stungið okkur í kýl og það vellur upp viðbjóðurinn, svo maður segja. Þannig þetta ekki heldur góð fyrirmynd, eins og SAFT-rannsóknir sýna, þá börn og unglingar að fylgjast mun betur með fréttum en fullorðnir halda. Þau vita alveg hvað að gerast og þau sjá þessu komment. Og enn og aftur þurfum við að vera meðvituð hvers konar fyrirmyndir við erum. Nú við rekum síðuna neteinelti.is sem að kennaranemar stofnuðu á sínum tíma. Þar að finna ýmis konar ábendingar og fræðslu neteinelti og bara hvet ykkur til að skoða það. Einn ábendingarhnappurinn og síðu barnaheilla og hjá SAFT og þar hægt að tilkynna óviðeigandi og ólöglegt efni og neteinelti getur svo sannarlega verið ólöglegt eða óviðeigandi og það þarf að hafa í huga einmitt að ærumeiðingar og ljót skilaboð geta verið ólögleg. Þetta getur varðað við lög og börn og unglingar þurfa að vera meðvituð það. Nú 60, það svona að senda kynferðisleg skilaboð ýmist í myndaformi eða með texta á netinu og það mun orðið sífellt algengara að myndir af börnum, fáklæddum börnum, sé dreift á netinu en það möguleikarnir til dreifingar meiri, fáum smá assopa. Og þetta náttúrulega ekkert annað en kynferðisofbeldi sem þarf að stöðva. Hefndarklám tengist þessu náið og það verður nú fjallað talsvert meira það í erindi Þórdísar hérna á eftir, en það þegar verið að dreifa grófu kynferðislegu efni og myndir af einhverjum sem því ekki samþykkur og það gert til að niðurlægja eða svona einhvern veginn brjóta einstaklingi niður. Tæling eða grooming, það þegar fullorðinn einstaklingur tælir börn til lags við sig og þetta fer oft fram í gegnum netið. Ákveðnu aldurskeið þá flest börn með veika sjálfsmynd, sérstaklega aldrinum 12 til 16 ára þá lifa þau svolítið svona hrósi og skjalli og einhver frá fullorðnum einstaklingum og það svona þarf að vera mjög vakandi fyrir þessu. Þetta getur verið lúmskt.
Facebook þunglindi, það eitthvað sem hefur stundum verið talað um. Það í raun þannig að kringum unglingsaldur getur orðið vart við svona einkenni þunglindis hjá unglingum sem nota samfélagsmiðla mjög mikið og þá einkenni svipuð í dæmigerðu þunglindi en það sem kveikir á þeim þessi gríðarlega mikla notkun samfélagsmiðla. Og það hefur verið talað um að þessi ákefð og svona þessi intensív samskipti á netinu sem að geti svolítið ýtt við þessu, til dæmis þessi stöðu í samanburður og halda uppi einhverju ímynd. Þetta erfitt og fyrir ungar óharðnar sálir getur þetta verið gríðarlega erfitt. Eins og í dæmigerðu þunglindi þá getur þetta orðið til þess að unglingar loka sig af og svona draga sig í hlé, eiga minni samskipti og því miður leita sumir jafnvel hjálpar, ef svo má segja, inn á svona vafasömu síðum sem að kannski þá að hvetja til vímuefnanotkunar, óábyrgrar kynferðis og ábyrgs kynlífs eða sjálfskaða. Og þetta eitthvað sem maður þarf líka að vera vakandi fyrir. Ég held meira að segja margir fullorðnir hafa örugglega alveg fundið svona eins og smá einkenni Facebook þunglindis þegar þú ert alltaf hvað hún alltaf að gera, hún bara alltaf út á lífin. Hún ekki heima með börnum, hvað getur þið alltaf í útlöndum eða eitthvað, það alltaf verið að bera sig saman. Nú, svo síður eða lokaðir hópar sem hvetja til skaðlegrar hegðunar. Við sáum nú bara fyrir skömmu í fréttum slagsmálahópinn á Facebook. Þetta svona einhvers konar múgæsingur sem finnur sér farveg á netinu og sjálfsögðu leiðir ekki til neins góðs. Þetta líka kjörið tækifæri þegar svona poppar upp í fjölmiðlum að ræða það við börnin okkar. Nú persónuvernd, það mjög mikilvægt að passa vel upp á upplýsingar sjálfa sig, eins og bara hvar út heima, lykilorðin, allt þetta og stafrænu spori sem þú skilur eftir á netinu. Allt sem við kommentum, alla myndir, allt sem við setjum á netið býr til einhvers konar ímynd okkur og seinna meir þegar á að sækja vinnu eða eitthvað þá minnst að mála að googla einstaklingin. Þannig að við þurfum líka átt okkur á þetta skipti máli til framtíðar litið. Auglýsingaáróður á samfélagsmiðlum mikill og þá auglýsingarnar sérsniðnar að notandanum. Þær eru búnar til út frá upplýsingum sem miðlar eins og Facebook og Google safna notandan. Og þess vegna svo mikilvægt að gera börnin okkar vel miðlalæs, að þau átti sig á hvað raunveruleiki og hvað ekki og að þau skoði svona auglýsingar og annað með gagnrýnum huga, með sína eigin velferð í huga líka. Og hvað hægt að gera? Við eigum allavega að gera eitthvað, ekki sitja aðgerðalaus. Það hægt að hringja í ráðgjafarsíma hjá Heimili og skóla SAFT. Það hægt að senda ábendingu gegnum ábendingarhnapp, barnaheill.is, heimiluskóli.is, saft.is og hann á fleiri síðum, líka á lögreglunni. Það hægt að hringja í hjálparsíma Rauða krossins og ég til dæmis heyrti það að börn eða unglingar sem lendi í einhverju og treysta sér ekki til að ræða þetta við foreldrana eða einhverju nákomna hafa hringt í hjálparsíman. Þar geta þau svona rætt þetta við eitthvað sem getur svona hjálpað þeim og leiðbeint þeim og það verður oft til þess að þau ræða við foreldra eða aðra í kringu sig. Það einhvern veginn búið að brjóta ísinn og þau safna kjarki. En foreldrar þurfa að ræða við börn sín. Við þurfum að vera vakandi fyrir líðan þeirra og vera í stöðugum samskiptum og ekki aðgreina einhvern veginn hvað verið að gera á netinu og hvað verið að gera annars staðar. Þetta lífið þeirra. Við þurfum að vera meðvituð og vakandi. Foreldrar vera líka að ræða saman. Það mjög mikilvægt. Til dæmis innan vinahópa eða bekkjadeilda og það þarf að samræma svona viðmið og þora að setja mörk og standa við þau. Foreldrasáttmáli Heimilis og skóla mjög gott tæki í þessu tilliti. Þar sem sagt hægt að leggja fyrir bekkin og þar svona uppeldisleg viðmið sem að foreldrar koma saman með bekkjakennara og ræða og skrifa síðan undir foreldrasáttmála. Og hann hangir upp inn í skólastofunni, krakkarnir sjá, þetta það sem ætlast til að á okkur og þá foreldrarnir geta alltaf vísað í hann og þá þau líka samtaka til dæmis leyfi ekki eftirlitslaus partí eða útivistartíma eða annað. Þetta mismunandi svo eftir yngsta, mið og elsta stigi og svona sérsniðið að þeim. Og það einnig talað netnotkun þarna.
Nú svo bara mjög mikilvægt að stuðla góðu samstarfi heimila og skóla því þessi mál eru sjaldnast óviðkomandi skólanum, þvert á móti, þau koma ítrekað meir og meir inn á borð skólana og skólar vilja meira samstarfi heimili til að leysa úr þessu. Og þá fræðsla mjög mikilvæg. Það mjög mikilvægt að fá fræðslu í skólan og nærsamfélagið. En við viljum meina það að það sé sterkasta vopnið í þessari, baráttu, bara eins og með netinöld og annað. Það bara fræðsla og aftur fræðsla og að taka umræðuna. Tíminn, hann skiptir líka máli. Eins og var nefnt hérna áðan í þessari rannsókn. 14% barna í 8. til 10. bekk á höfuðborgarsvæðinu og 15% á landsbyggðinni eyða meir en 4 klukkustundum á samfélagsmiðlum á hverjum degi. Og þá erum við ekki að tala aðra tölvunotkun eins og að vera í tölvuleikjum eða allt hitt. Við erum bara að tala samfélagsmiðlana. Á bakvið þessar prósentutölur dágóður fjöldi barna. Og ef þau eru að eyða 4 klukkutímum þarna eftir skóla, gerir ég ráð fyrir, ekki mikið á samfélagsmiðlum í skólunum, þá eitthvað mikið tími til að gera eitthvað annað? Hvað tómstundir? Hvað að hitta vini, augliti til auglitis? Það segir sig sjálft að ef það fyrir hálfu vinnudagur í samfélagsmiðla þá ekkert mjög mikill tími til að gera eitthvað annað. Einnig þarf að hafa í huga ef þú ert farin að nota netið eða tölvuleiki og mjög mikið, þá hefur það áhrif á samskiptahæfni og þroska. Og þetta þekkt í netfíknafræðunum að þroski hægist á þroska eftir því sem að aðilinn sekkur meir inn í heim tölvunar. Nú áhrif á svefn eru líka mikilvæg ef að skjánotkun rétt fyrir svefn, umtalsverð, þá getur þetta skipt máli upp á gæði og gildi svefns og það gildir jafnt fyrir börn sem fullorðna en hefur þó enn meiri áhrif á börn. Og við þurfum að hafa það í huga líka. Það þarf að fylgjast með og passa mjög vel upp á þennan tíma. Hér eru dæmi fréttir sem hafa verið undanfarið. Já, saurlífi, eða hvað heitir ólifnaðurinn eða eitthvað, þeir eru alltaf á skiptu nafn. Þannig að Snapchat-miðillinn með svona sem að upphefur dópneyslu og kynlíf og þarna eru mörg ungmenni. Ég held samt að margir fara að fá leið á þessum tippamyndum og töflum í lófum eitthvað. Þetta ekkert svo spennandi lengi. En þarna samt sem að vera að láta svo þetta sé eitthvað eftirsóknarvert. Myndbönd af slagsmálum barna og allt þetta ógeðslega netinelti sem svo gróft og viðbjóðslegt þegar maður skoðar þetta. Alltaf farið til fjandans? Stuttasvarið nei. Rannsóknir SAFT sem eru nú 4 talsins, síðasta gerð 2013, þær sýna að börn og unglingar eru að verða ábyrgar á netinu, svona almennt séð. Þau eru meðvitaðir netöryggi og við erum að greina árangur á okkar góða starfi. En hins vegar hvert tilfelli einu mikið og við megum ekki sofna á verðinum. Og þetta eru viðvörunarbjöllur sem við verðum að taka alvarlega. Rannsóknin ungt fólk, hún sýndi líka ýmislegt jákvætt þó fjölmiðla fjalli frekar neikvæðu hliðarnar eins og samfélagsmiðlanotkun mikla og netinelti. Þar kom fram að börn og unglingar í 8. til 10. bekk eyða mun meiri tíma með foreldrum sínum en áður. Og samvera barna og foreldra langbesta forvörnin og hefur gríðarlega áhrif á þroska og velferð barna. Þannig að það eru ýmsar góðar fréttir. En varðandi slagsmálahópinn, það kom nú fram í viðtali við lögregluna að það var dálítið mikið andlit sem þeir könnuðust við. Þetta oft sömu andlitin að dúkka upp og eins með myndir í dreifingu á netinu, þetta oft sömu myndirnar sem kom aftur og aftur. Sömu dútarnir að setja eitthvað inn, bara á mismunandi miðla. En að því sögðu vil ég samt ekki draga úr þessum vanda sem uppi Við þurfum auðvitað að taka á honum og foreldrar verða að vera vakandi og kynna sér hvað börnin eru að gera. Og besta leiðin til þess til dæmis að læra börnunum, setjast niður með þeim, spá aðeins í hvað þau eru að gera, spyrja og prófa sjálf. Þó við nennum því ekki og höfum kannski ekki mikinn áhuga að skoða alltaf þessu upp á miðla, það samt eina leiðin, maður verður að prófa, maður verður að vera meðvitaður. En mestu skiptir að gefa sem sagt börnum gott veganesti til að vega og meta sjálf hvað þeim fyrir bestu, því eins og ég sagði, við verðum ekki alltaf þarna. Við þurfum í raun
að vera þessi rödd skynseminnar. Tölvur og snjalltæki hafa ýmislegt til síns ágætis en þau skortir heilbrigða skynsemi. Foreldrar þurfa að innræta börnum gagnrýna hugsun. Við þurfum að vera þessi rödd sem heyrist í höfðinu á þeim. Það hljóma creepy, ég veit það, en við þurfum samt að vera þarna. Þegar það dúkkar eitthvað upp, þá heyrist bíddu nú við, stoppum aðeins, vegum þetta og metum. Og við þurfum að kenna miðlalæsi, það er mjög mikilvægt að kunna að skoða upplýsingar, greina gagnrýnið og líka nota ýmsa miðla, bara upp á lýðræðisþátttöku. Að geta kosið, þá þarf maður að kunna nota tölvu og hitt og þetta, vera nokkuð tæknifær. Og að setja mörk og þora að standa við þau. Hins vegar er líka mjög gott að eiga samtal þessi mörk og komast að sameiginlegri niðurstöðu, því þá eru krakkarnir mun sáttari við þá niðurstöðu af því þau eiga þátt í henni. Og að lokum þá vil ég bara minnast hérna á slagorð alþjóðlega netöryggisdagsins sem var í vikunni, 10. febrúar. Gerum neti betra saman og ég held að saman sé lykilorðið í þessu öllu saman. Og rétt í bláendan, við viljum líka þannig að þið megi endilega læka eftirfarandi Facebook síður sem að heimili og skóli sjáum. Takk fyrir.